KR á laugardaginn, hvernig bara leggst í þig? Bara mjög vel. Þetta verður væntanlega hörkuleikur eins og flesti leikir milli þess að liða hafa verið og hefur svo sem ekki skipt miklu máli hvar þessi lið í töflunni. Það hafa alltaf verið hörkuleikir og gera hann kannski svona ekstra spennandi að þetta sé í þó að stuðsi lið á mótinu þá þetta í ákveðinni toppbaráttu eins og staðan nú. Þú veist, hefur verið fundið frá því þú komst heima, þetta eru svona ekstra sérstakir leikir? Já, þetta það alveg og það svona hefur mikla þýðingu fyrir alla í kringum Val og stuðningsmenn og annað að vinna KR og við höfum verið með ágætis tak á þeim hingað til og þurfum að halda því áfram. Eins og þetta var á fundunum áðan að unnið að ansi oft í röð og heimavalli, hefur það einhverja þýðingu? Ég nú eiginlega bara sammála því sem að Óskar sagði núna að þessi leikir það oft farið yfir svona seinustu leiki fyrir ári, 2 árum eitthvað svoleiðis og það er svona hver leikur lifir sínu lífi og það hjálpar okkur ekki að við höfum unnið á svona stórt í fyrra en having said þetta þá höfum við verið virkilega sterkir á Hlíðarenda og veita að liðin þykir erfitt að mætinga og við þurfum að bara halda því á. Þeir eru búin að spila mjög vel upp á síðkastið, 3 sigurleikir í röð, svona góð tilfinning í hópnum akkurat núna? Já, hún er góð og við höfum svona, já þú veist, auðvitað ekki horfur allt tilbaka, það er eitthvað sem hún hefði getað gert betur en við stöndum upp eftir 4 leiki með 9 stig og það er bara fínt. Hvernig er bara að mæta þessu KR-liði sem spilar svona aggressívan fótbolta? Það er challenging, það er eins og bara fyrir Hafsenda, þú það eru mörg hlaup í kringu þig og þú þarft svona stundum að velja svolítið á milli hvernig þú tekur, hvort þú fylgir eða ekki og þetta er mikill einbeitingarleikur og eins og leikurinn sem var á Hlíðarenda í fyrra að þó að hann hafi endað 5-1 minni rétt að þá var það samt, þú veist, fyrir okkur varnarmenn einn af erfiðari leikjunum bara upp á einbeitingu og annað að vera í fókusu 90 mínútur og ég efast ekki að það verði eins á laugardag. Þetta verður svona sérstakt að spila á laugardagskvöldi og verður náttúrulega bara mikil stemning. Já, það lítur að vera full stúka og mikil stemning og auðvitað er þetta eitthvað sem að mætti gera meira að setja stórleiki á laugardagskvöld eða jafnvel föstudagskvöld og leyfa þess að verða svona alvöru proper stemningsleikir. Takk fyrir þetta, Ormar, og gangi vel.